Sæl aftur og hérna undir lokin ætlum við að ræða svolítið millilandaflug, beint flug til Akureyrar og Egilsstaða. Þetta mál sem búið að fjalla lengi og oft og mikið. Þau eru komin hér frá Markaðsstofu Norðurlands, Arnheiður Jóhannsdóttir, og svo Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson frá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar. Þetta voðalega langt. Getur sagt bara AFE líka? AFE, já, frá AFE. Verið velkomin. Takk. Það eins og ég segi, það búið að tala þessi mál, millilandaflug, beint flug frá Akureyri og Egilsstöðum í árum saman. Hver staðan? Hvað standið núna? Þið eruð í nefnd sem að skipuð var af forsætisráðherra, varðandi þessi mál? Komið nú með fréttirnar. Já, það í sjálfu sér ágætis staða núna, hún allavega aldrei verið betri og ef maður byrjar ekki að tala hlutina, þá gerist ekki neitt, sagði einhver. Og það í rauninni staðan svo að það verið að stefna flugi frá Egilsstöðum næsta sumar og til London og frá Akureyri til Kaupmannahafnar, sem bara náttúrulega frábær staða sem við hvetjum alla til þess að nýta sér. Og síðan erum við loksins að komast á þann stað að við getum farið að styðja við beint millilandaflug sem í rauninni forsenda fyrir því að við náum inn reglulegu flugi. Og það þessi nefnd sem við sitjum í á vegum forsætisráðuneytis sem að fara að skila af sér tillögum fjármögnun og bara fjárfestingu í flugi út á landi. Það að segja á Akureyri og Egilsstöðum sem bara grundvöllur þess að við getum byggt upp ferðaþjónustu á svæðinu og þetta bara gott fyrir okkur íbúana líka. Já, fjárfestingu. En svo heyrir maður fréttir af því að það engin sérstakur vilji fyrir því að fjárfesta í flugum mannvirkjum út á landi. Er ekki rétt? Það nú kannski tvíþætt. Það annars vegar fjárfestingin í því að koma ferðamanninum betur á fleiri staði til landsins. Það auðvitað veruleg þensla og ofbeit, getum við sagt, á suðvesturhorninu. Já. En hitt annað með mannvirkin. Við þurfum í sjálfu sér ekkert að fara í einhverja stórar fjárfestingar eða neinar fjárfestingar varðandi mannvirkin á Egilsstöðum eða hér á Akureyri. Þessi mannvirki til staðar, þetta einmitt snýst það að nýta betur þær eignir sem að ríkið á og að ekki nýttar til þessa. Þetta snýst ekki að taka einhverja ölmusu eða peningar frá einu verkefni og setja annað. Þetta snýst það að stækka kökuna. Því að eins og þú varst sjálfur í innganginum að minnast á að það væri búið að ræða þetta svo árum skipti, endalaust og alltaf einhver hugmynd að koma, það kemur þessi tilraun hér og svo framvegis. Það sem hefur eins og breyst alveg síðan að menn voru fyrst að byrja hérna. Það var nokkur flugfélög verið frá Akureyri, það var að minnsta kosti eitt verið frá Egilsstöðum. Ferðamannastraumurinn til landsins, hann eins og frá því að Iceland Express flög til Akureyrar síðast sem var hvenær síðast, 2009? 2012 síðast. Að þá voru ferðamenn til landsins 500.000 eitthvað svoleiðis. Já, 2011 voru tæplega 500.000. Akkurat. Og nú erum við að horfa yfir milljón. 2011, já. 1,5 milljón segja menn að þetta stefni 2015. Já. Þannig að þið sjá það ekki smá breyting sem að verða og þetta fyrir samfélagi til þess að hlaupa eins hratt og ferðamannastrauminn að vaksa að þá hefur við viljað halda því fram að það sé einfaldast, ódýrast og bara vandræða minnst að stuðla því að millilandaflug sé til fleiri stað á landinu en akkúrat bara til, mér liggur við að segja vestasta annes landsins. Sem alltaf skrítið. Já, en maður spyr bara hreint út, hvað í veginum fyrir því? Þegar menn tala þessa gríðalegu þenslu á Keflavík og menn þarf að mæta 4 tímum fyrir flug og fólk farið að kvíða því að fara til útlanda, hefur maður heyrt. Hvað stoppar það sé flogið til Egilsstaða eða Akureyrar, til dæmis? Það má kannski segja að ekki sama í rauninni hvar ferðamaðurinn byrjar hringinn? Já, við viljum meina það, að það sé sama og það alveg til, það innviðir til staðar hvar sem á hringnum til að taka við ferðamönnum. Þannig að það má kannski segja að þetta séu áherslur sem hafa verið á það að það sé einn millilandaflugvöllur sem að taki við allri flugumferð. Þannig að flugvöllirnir bæði á Akureyri og Egilsstöðum hafa ekki getað fjárfest í markaðssetningu sinni og það kannski það sem að stoppar. Þannig að við höfum ekki verið samkeppnishæf út í heimi
meðal erlendra flugfélaga sem við erum að tala við. Hvar er hægt að fá peninga til þess að gera það? Hvar á að fá peninga til að markaðssetja þetta? Ríkið á að setja peninga í þessa markaðssetningu og það er það sem ég vil meina að sé fjárfesting ríkisins. Það er ekki bara að setja nýjar flugbrautir eða lengja þær, heldur fjárfest í markaðssetningunni. Og síðan eru sveitarfélögin, þau hafa verið mjög öflug sveitarfélögin til dæmis að setja peninga í þetta verkefni og ferðaþjónustan er að gera það líka. Aðeins bæta við þetta sko, akkúrat sem Arnheiður er að benda á að ríkið er að setja, eða ætti að vera að setja þetta pening sem og hagsmunaaðilar eins og ferðaþjónustan og sveitarfélög. Við munum ekki gleyma því að við stöndum frammi fyrir þessu jákvæða úrlausnarefni, ég ætla ekki að segja vandamáli, þessu jákvæða úrlausnarefni núna að áratuga markaðssetning á landinu sem að óvart hefur líka bara fókuserað á eina gátt inn í landið Keflavík og helstu ferðamannastæði suðvestanlands, það er að skila okkur þessum góða árangri. Og við skulum einmitt bara nýta okkur þann árangur og fara áfram með það og gera það annar staðar frá líka. Og þannig að þetta er jákvætt, við skulum ekki einmitt stilla þessu upp sko, sem svona einhverju stóru vandamáli. Við erum bara að tala um það að stækka kökuna og rekja boltan áfram. Hann er að góðu skriði og þetta er að rekja hann áfram. Já, mann finnst einhvern veginn samt sko að vera alltaf einhvers staðar eitthvað stopp. Það er mikið talað um þetta og þið vinnið við þetta, þið eruð að fást við þetta, örugglega að tala við fjölda, fólks og ræðamáli, en það er eins og alltaf sé einhver svona flöskuháls eða eitthvað stopp. Já, það er kannski bara þetta breytta umhverfi sem við höfum núna. Það er, við getum sagt að annars vegar hefur stoppið verið í fjármagni til þess að bara byggja undir það að flugfélög vilji koma hingað. Flugfélög eru vön að fá greiðslur frá samfélögum fyrir það að opna nýjar flugleiðir. Og síðan höfum við verið að leggja mikla áherslu núna undanfarin ára að búa til öflugt aðdráttarafl á svæðunum og þessi fjöldi ferðamanna sem er að koma, hann langar að koma aftur til Íslands og hann er farin að skoða víðar og hann er farin að, fólk er farin að þekkja alla vini sína sem hafa farið til Íslands og þá vilja menn fara eitthvað annað og þá erum við farin að sjá uppbyggingi eins og við sáum til dæmis í sumar að Akureyri var valinn besti áfangastaður Evrópu af Lonely Planet ferðahandbóka skrifarunum. Það er bara alveg risastórt. Þar Leipzig var í öðru sæti, svo við setjum það í samhengi. Hvernig getum við nýtt okkur þetta? Þetta erum við að nýta okkur á flugfélaginu og núna vorum við að fá Hlíðarfjall, eitt af 10 mest svona exotic eða svona sérstakastu skíðasvæðum heims. Þannig að öll þessi verkefni er að hjálpa okkur til þess að segja á flugfélaginu þarna er eitthvað spennandi og við þurfum að koma ferðamenninu beint hingað. Maður sér það flög hérna núna bara í fyrradag eða daginn þar áður, þá kom þota hérna í hvassviðrinu og fór í loftið og fór beint til Tyrklands. Já. Þetta er svo þægilegt líka. Þetta kemur upp úr flugverkefninu. Við hittum hann Kemal sem að sér þetta flug á einmitt flugráðstefnu og þetta er bara hluti af því sem kemur upp úr þessu. Þetta er þetta ekki það sem ferðaþjónustan er að vinna, þess að það er ekki verið að koma ferðamenn inn til Norðurlands. En þetta er bara gott fyrir samfélagið að geta farið beint út og þetta mun segja síðan öðrum flugfélögum bæði að það sé eftirspurn og líka að það einmitt sé hægt að lenda. Þennan dag þá vorum við Lúlín og einmitt að tala að það var búið að stöðva flugfokkarina hérna og við sátum með krosslagðar fingur og tær. En hérna, þeir var ekki. Já, ég var upp í turni með kreftar tær og fylgdist með. og þetta var ekkert alveg sjálfgefið, en þetta gekk vandræðalaust. Já, ég var að fylgjast með þessu, ég var að hlusta á radíóið. Já, það var búið að gefa þeim heimild til lendingar oft. En þeir komist inn. Já. Þetta er eins og veðurskilinu voru þetta hefði ekki getað verið, þetta gerir kannski 3 ári. Já, þau gætu ekki hafa verið verið. Gætu ekki hafa verið verið. Það er bara svoleiðis. Já, þetta er alveg hárrétt. Og þannig að það finnst mér eiginlega gott að þeir komið samt og kláruðu sig á því og þetta engin hætt á ferðum eða svoleiðis, en þeir kláruðu sig að þessu við verstu mögulegu skilinu. Erum við á þessu svæði, við hljótum að reikna með því að þetta sé nú nánast eitt svæði hérna, Norðurlandið og alveg austur úr. Erum við nógu mörg, erum við nógu ferðaglöð til þess að það geti gengið? Er ekki það sem að menn eru kannski hræddir við líka? Nei, heimamarkar rauninni skiptir afskaplega litlu máli í þessu samhengi. Þess vegna er ég að segja að það er svo mikil breyting orðið núna með þessum fjölda ferðamanna. Þess að flugfélögin horfa á traffíkina sem að kemur að utan að hinga. Ef þau myndu setjast yfir Excel og telja okkur 40.000 hræður á þessu stóra landsvæði, þá myndi allir segja nei. Og það er kannski það sem við verðum að berjast við að sýna þeim fram á að massin hinum megin frá verði svo stór. Já, það er það sem að það er það sem skiptir máli í þessu. Já. En næstu skref í þessu?
Það eru bara niðurstöður nefndar sem að koma fram. Hvenær á það að vera? Það var vonandi bara vonandi næstu viku. Þið eru í nefndinni, er þetta ekki mjög hagstætt alls saman? Jú, þetta gott, sko, við erum ekki að fara að tala um að eyða peningar sem ekki vera til, sko, á undan. Númer 1, 2 og 3. Já. Við erum að stækka kökuna og þá má nota smá milksnu af stærri köku. En það forsætisráðherra sem að skipa þessa nefnd og hver á svo að fá hana, hver á að vinna svo úr henni? Fyrir hverja það þá, sko, ætlar ríkisstjórnin eitthvað að taka þetta til sinna umfjöllunar eða? Já, ríkisstjórnin Alþingi þarf náttúrulega að taka þetta til umfjöllunar og samþykkja þessar niðurstöður og ef þær verða samþykktar eins og við leggjum fram, þá verða síðan hlutverk okkar ásamt á Isavia og Íslandsstofu að vinna áfram að verkefninu og vinna úr þessu og bara klára þetta. Myndu þið fara með fyrstu ferð til Köpen frá Akureyri? Já, af hverju ekki? Ef við ættum erindi til Köpen og eitthvað, af hverju ekki? En sko aðalmálið þetta þjóðhagslega hagkvæmt og þetta eins og krakkarnir myndu segja no-brainer að gera þetta. Það bara svoleiðis. Eru þið bjartsýn? Já. Ég óska ykkur góðra ferðar. Takk fyrir spjallið og upplýsingarnar. Gaman að fylgjast með þessu. Og þá látum við þessu bara lokið hér í dag í föstudagsþætti og sjáumst hér væntanlega ekki ég kannski heldur Hilda Jana sjálf. Hún verður hérna með ykkur eftir viku. Takk fyrir og hafið það gott yfir helgina.